Komið þið sæl. Við Magnús erum mættir hérna á krossgötur þjóða og ég heiti Jón Þorvaldur Heiðarsson við Háskólann á Akureyri. Já, Magnús Björnsson heiti ég og starfsmaður Háskóla Íslands og alþjóða stjórnmálafræðingur. Sæll vertu Nóni, hvað segirðu gott í dag? Bara fínt, gott veður og svona. Er ekki? Já, Jú. sumari komið, Sumarið virðist vera komið. bæði fyrir norðan og sunnan. Já. Heyrðu, hérna, þú hafðir áhugaði að ræða hérna frægt bréf sem að Zelenský skrifaði og sendi til Pútíns. Já. Það var hérna einhverjir, hvað, kom 12 dagar síðan, eða ekki, byrju júní þá hérna, þá sendi þetta bréf, akkurat þegar að Pútín var að halda þarna einhverja mikla efnahagsráðstefnu sem að hérna var nú svona hérna, allavega hún byrjaði með látum skulum við segja, því að hérna áður en að þegar gestirnir voru að drífa að í hérna höllina þá var að sprengt þarna allt í kring og en hérna já, þetta bréf það vakti athygli og við ætlum aðeins að spjalla það í dag ekki. Jú. Já, þetta rétt hjá þér, það Rússar að reyna að halda svona eitthvað sem menn telja sé nú verið að reyna svona að vera mótvægi við Davos. Já. Og þar sem þeir fá þjóðarleiðtoga til að koma og sýna þeim hérna dýrðir Rússlands og hvað þetta stórkostleg fjárfestingartækifæri og allt kvæðina og miklu möguleikar viðskiptum og já og einmitt eins og þú segir þegar þetta byrjaði þá sendu Úkraínumenn dróna inn til Sankt Pétursborgar og sprengdu þar meðal annars olíuhreinsunarstöð þannig að það lagði svartan reyk þarna í einhver átt. Einhver segja að hafi lagt yfir svæðið en ég held það sem reyndar ekki rétt en þetta var mjög sýnilegt öllum sem voru í borginni. Já. Og var svona ákveðin ábending hversu Úkraínumenn væru megnuðir og já, bara áhugaverð hvernig skyldi nota þetta tækifæri. og En svo kom þetta bréf í kjölfarið. Já, framhaldinu senda hann þetta opna bréf og svona, hvað maður segja, kveikjan eiginlega að því að mig langar til að tala er það að þau voru ræða þetta, Þórdís Kolbrún og Dagur B. Eggertsson vorum að tala þetta í þáttunum sínum eða podcastinu sínu Flekaskil og Þórdís Kolbrún var svona að segja fyrst að hún svona vissi ekki alveg hvernig hún ætti að taka sér bréfið til hvers það væri, hvernig aðdragandinn hefur verið og svona hvernig ætti að líta á það. En ef við bara minnumst aðeins á það fyrst og hvað í bréfinu. Og það náttúrulega fyrstulega verið að segja það að Pútín hann sé ábyrgur fyrir þessu. Það var hann sem ákvað að gera þetta. Það var engin ófriður á milli þessara þjóða eða neitt slíkt áður en að Pútín eiginlega fer í þessar aðgerðir og það reyndar byrjað 2014 og þegar Krím og hluti af Donbass tekin og svo bendir bara Zelenský á það að núna séu þeir konum með búnað til þess að senda dróna langt inn í Rússland og minnist meðal annars ef ég man rétt á þennan dróna sem lenti þarna olíuhreinsunarstöðinni í Sankt Pétursborg. Og svo heldur hann áfram og hann talar að þú, Pútín, þú ert að heyja þetta stríð og ert að einhverju leyti með því orðin háður Kína og jafnvel Norður Kóreu. Og svo liggur svona í orðan hljóðan að það sé nú kannski ekkert mikil dýrð yfir því. Og manni finnst að maður reynir að skilja svona þessa rússnesku hugsun og hugsun rússneskar yfirvalda, þú kannski þekkir það betur en ég, en mér finnst margt svona verða það sem ég hef heyrt og séð að það alltaf, þessi dýrð Rússlands eitthvað miðja, sko. Þetta sé eitthvað sko dýrmætt fyrirbæri á jörðinni, það sé Rússland og rússnesk menning og manni finnst bara næstu því eins og rússneska réttrúnaðarkirkjan, hún sé nú bara meira svona dýrka einmitt dýrður Rússlands frekar heldur en að Jesú Kristur eða Guð almáttugur sé í fyrsta sæti, það sé eiginlega bara Rússland sem í fyrsta sæti. Já. Og þessi Kirill þarna sem í rússnesku réttrúnaðarkirkjunni, hann náttúrulega mikil stuðningsmaður Pútíns og sumir segja bara svona. Er þetta ekki bara KGB maður, klassískur?
ég veit ekki hvort að þetta ganga svo langt en Ég hérna, held að sé bara að tala um það, það sé bara hérna staðan með hann, þannig að það ekki ná von hans standi bak við Pútín. Já, það kann að vera. Ég var reyndar ekki að heyrt það, hann hafi verið í leyniþjónustunni. Já, ég meina, sko, rússneska réttrúnaðarkirkja meðan hún starfaði í Sovétríkjunum, sem var náttúrulega seinna meir eftir seinna stríð, þá fengu þeir að starfa aðeins og þá voru þeir undir vökulum augum og jafnvel bara ráðunir og jafnvel kommissarar úr KGB sem að stjórnuðu henni, þannig að það var bara þannig held ég. Já, ég held að hún hefði nú bara nánast verið bönnuð og hefði ekki starfað neitt. Jú, en eftir seinna heimsstyrjöldina þá fékk hún að starfa eins og þá var hún svona undir vökulum augum KGB skulum segja og ég held að flestir allir leiðtogar kirkjunni hafi þannig. En það er út úr. Já, en minnst er að þannig að hann geltir bara alveg eftir óskum Pútíns og ef Pútín tógar í skottið á hann og þá geltir hann bara. Já, og síðan talar Zelenský aðeins sko hvað Pútín búinn að vera lengi og hann sé nú farin að eldast og hann svona það vantarlega vísi í það, ok, hver verður arfleið þín, sko, þú átt ekkert eitthvað endalaust eftir. Og semst að benda það meðal annars það að hafa ráðist á Úkraínu með aðstoð Norður-Kóreu og Kína. Og ég held þetta sko að vísa sko í að þú sést hann háður Kína, ég held að það sé kannski pínu viðkvæmt í Rússlandi, því að ég held að margir gera sig grein fyrir því að það ekkert á Kína að treysta kannski í svona framtíðar bandalagsmann sko sem hafi að Kína hefur engan sérstakann áhuga á rússneski menningu held ég eða eitthvað slíkt og sér ekkert Rússlandi í einhverju dýrðarljóma eins og Pútín finnst að allir eigi að sjá Rússland. Og svo segir hann bara, já við skulum bara setjast niður og ræða þetta og bara svona fullur sjálfstraust í því og gott og vel, þetta bréf sent og hvernig ég sá þetta bréf þannig þegar ég heyrði það fyrst og ég heyrði það nú bara lesið upp af einhverjum góðum mönnum sem með svona umræðu þetta eins og við og svona fyrsta sem ég hugsaði var það að þetta væri nú kannski ekki síst bara til rússnesks almennings. Sko, Rússar náttúrulega búin að reyna að halda því á lofti og halda að öllum. Alltaf þegar þeir hitta fasteigna viðskipta gaurana frá Bandaríkjunum sem kom að hitta þá og eiga að vera einhverjir samningamenn fyrir nokkur reglulega, akkurat. Og varðandi þá Trump og hans menn og svona Rússar alltaf halda því á lofti sko að það þarf bara að enda þetta stríð og það sé óhjákvæmilegt annað heldur að Rússland vinni þess vegna sé þetta bara óþarf að vera að halda eitthvað áfram berjast það sé algjörlega tilgangslaust og Úkraínumenn þurfi bara að gera sig grein fyrir því að þeir muni tapa þetta bara spurning tíma og þess að sé bara best að semja strax og þeir þurfi bara að láta hendi það sem þeim sagt að láta hendi punktur og basta. Þetta svona þeirra útgáfa af raunveruleikanum. Og þessu náttúrulega haldið af rússneskum almenningi og sérstaklega líka út fyrir Rússland að Bandaríkjunum. Og margir í Bandaríkjunum hafa trúað þessu hingað til. Og ég hugsaði þegar ég heyrði þetta bréf, sko, já, nú bara Zelenský að koma því að framfæri að þetta ekki svona. Og enda nefnir hann sko aukna getu þeirra einmitt til að senda dróna inn í Rússland og svona. Og hann að segja, ég las þetta þannig, hann var að segja við rússneskan almenning, hann var líka að tala við Bandaríkjamenn. Þetta ekki þannig að við munum tapa óhjákvæmilega. Við skulum bara gera ykkur grein fyrir því. Og ég heyrði svona strax álitsgjöfum að þeir mátu það þannig að þetta bréf væri fyrst og fremst sent til að láta Bandaríkjamenn heyra þetta. Og líka til að sýna bandarískum almenningi og bandarískum yfirvöldum að það stæði ekki á Úkraínumönnum að fara í viðræður. Eins og við vitum sko þá hefur svona Trump svolítið haldið því á lofti að þetta sé allt í góðum gír að enda þetta stríð í Úkraínu nefnum bara vandamális í Úkraínumenn. Þeir vilja ekki semja. Sem þýddi bara þeir vildu ekki bara gefast upp og taka því sem þeir var boðið af Rússum sem var nú meira minna ekki neitt.
Og svo í þessu bréfi þá náttúrulega, já, það þannig að eins og ég var að segja, það verið að tala aldur Pútins og svona, og það svolítið harðort á köflum og svona kannski pínu dólgur í því. Já, hann að gera stólpa grín mörguleiti að Pútín, sko. Já, og þessu stríðsrekstur náttúrulega. Hann náttúrulega að segja, en þetta nú ekkert svo stórkostlegt hjá þér, væri minn. Þú ert ekki búin að geta unnið okkur í 4 ár, samt ertu búin að fá aðstoð frá Kína og Norður-Kóreu. Já. Og þannig að, já, það svona smá dólgur í bréfinu. Og mér var svolítið skondið að hann var nú spurður af fréttamanni hjá Sky í Bretlandi, minnir hafi verið Sky. Hann fór þangað til að hitta Merz, Starmer og Macron og fór í viðtal hjá Sky. Og þar spyr konan sem tekur hann í viðtal, já, þetta var nú kannski svolítið dólgur í þessu bréfi og svona kannski ekki alveg kurteist þetta bréf. Akkur varstu ekki kurteisari? Og hann sagði, já, þú sást ekki fyrstu útgáfuna af þessu bréfi. Akkurat. En sko, maður hlæra þessu, en maður gæti líka grátið. Þarna leiðtogi ríkis sem búið að ráðast á af Pútín. Þessi maður að senda kvalara sínum bréf, getur maður sagt. Þannig maður að senda öðrum manni bréf sem vill eiginlega bara drepa hann og búin að reyna það. Hann vill þurrka út eiginlega þjóðin hans, hann vill þurrka út menninguna. Hann vill taka börnin þessar þjóðar, misþyrma með þeim, drepa þau eða taka þau og heilaþvo þau og reyna að fá þau til eftir heilaþvottina að sko fara og nánast sko að drepa foreldra sína, sko. Sem semst allir Úkraínumenn séu einhverjir hálfgerðir Rússar og þeir sem viðurkenna það ekki séu nánast réttræpir. Þannig að sko á maður að vera hissa á því að þegar einhver sendir bréf til þessa mann sem vil drepa þig, að það sé kannski já, dálítið miklar neikvæðar tilfinningar í gangi. Þannig að mér finnst nú eiginlega algjör óþarfi að vera að spyrja að þessu, sko. Já. Þetta auðvitað, jú, vissulega, sko, en þetta reyndar svo sem náttúrulega opið bréf, þannig að þetta svona, og eins og segir, þetta náttúrulega verið að þetta skilaboð til einhver aðila. Já. Þannig að það já, en mér finnst það nú ekkert, í skilum reyndar ekki alveg þessa spurningu, því að mér finnst þetta nú bara að vera svona, allt sem hann að segja bara rétt og satt, hefði ég haldið. Og Já. Og ég menn Bretarnir eru kannski í sinni diplomasíu kannski þykjast vera svona heiðursmenn og allt þannig, en ég held að milli þessu að lýsa þessu að þegar að Zelenský náttúrulega senda þetta á eftirlýstan stríðsglæpamann sem eins og að lýsa þessu er bara að reyna að útrýma þjóð hans, þannig að ég finnst bara að vera kurteislegt að ég segja þessu með það sem liggur þar undir, þó að hann er náttúrulega bara mjög hreinskilinn með marga hluti sem er náttúrulega bara gott mál. Já. En sko varðandi þetta bréf þá, já, það er eins og búin að nefna, þetta er kannski verið að senda skilaboð til rússnesku þjóðarinnar akkúrat og Bandaríkjanna, það er alveg hárrétt hjá þér að þetta er náttúrulega, og tímasetningin kemur líka bara mjög áhugaverð, því að eins og við náttúrulega þekkjum úr fréttum að þá í fyrsta lagi náttúrulega var kemur þetta akkúrat þegar þessi efnahagsráðstefna er. Og Pútín er náttúrulega í sviðsljósun, þannig að þeir verða svona gagnvart heiminn, þá verða þeir allavega einhvern veginn að svara þessu, þeir geta ekki bara að ignora þetta algjörlega, því að þannig er náttúrulega á þessari efnahagsráðstefnu sinni sem að eins og sagðir er svona þeirra Davos og á að svona sína máttu vera megin, en með voru að grínast með það áður fyrir, þá komu yfirmenn Google og Microsoft á svona ráðstefnur, en núna voru þetta alveg fulltrúar Talibana og Norður-Kóreu sem að mættu þarna, þannig að þetta er breyst aldrei mikið hverjir mæta á þessu ráðstefnu, en jú, það voru auðvitað einhverju og þeir Rússarnir hafa svo einhverja þjóðir eða þá sem að styðja við á, en sko augljóslega var þessi ráðstefna, hún er svona, sést bara hvernig hún hefur breyst gegnum árin að hver staða Rússlands er í alþjóða
í þessu alþjóða kerfi og í bara alþjóðamálum. Þannig að þannig að það var svona örugglega bara góðu tímamótur að senda bréf akkúrat þessu stöðu og svo náttúrulega bara vitum við það að það gengur bara bölvanlega hjá Rússum í þessu stríði. Þetta áttu nú að vera einhver herferð hjá þeim sem máttu nú að klára bara Donetsk hérað sko, en þeir eru náttúrulega ekki gengið neitt og núna talað það að síðustu mánuði að raunin þessi nettó Úkraína sé raunin að frelsa fleiri svæði heldur Rússar sem taki yfir. Þannig að þú veist að það gengur Úkraínumönnum töluvert mikið í hag núna þessa stundina. Þannig að hann með að nota þetta tækifæri eins og segir að sýna það að Rússarnir séu bara ekkert enga veginn ósigrandi. Já. Og þessi mýta náttúrulega sem hefur verið eins og nefndir sko, sem náttúrulega sérstök sko, að Rússar vinni öll stríð, sem náttúrulega bara ef þú kíkir á söguna, þá þetta náttúrulega bara algjör þvæla. Rauninni flest stríð sem farið í, þá, þetta náttúrulega hafa þeir náða sjálfs undir sig náttúrulega helina land, það náttúrulega gefur auga leið. Já. Þetta náttúrulega oftast gagnvart einhverjum ættbálkum eða þjóðum þegar þeir voru í veikri stöðu. Já, fámennum þjóðum í Síberíu og Balkum. Já, og menn vísa til seinni heimsstyrjaldarinnar og Napóleons, en það er náttúrulega bara einhvern Napóleons styrjaldarna, en það er náttúrulega, þú veit, kannski langt mál að fara í það allt saman, en þú veist, þetta er svo við erum að benda á aðra hluti líka, sko, þannig að þetta er náttúrulega bara einhver mýta, sko. Já, Talibanar, þeir mættu nú þarna á þessa ráðstefnu í St. Petersburg. Já. Og þeir unnu nú einmitt Rússa í stríði. Já, það er minnist á Talibanna, þá má segja það, já, þannig að þeir tókst nú ekki ekki heldur ekki eins og svo sem aðra þjóðir líka, gengið flestum. Það er reyndar rangt hjá mér að segja að það hafi verið Talibanandi, sko, en sem sagt, þeir voru nú ekki orðnir til sér hreyfing þá. Nei. En sem sagt, Rússar fóru inn í Afganistan og þeir bara töpuðu þar eiginlega, sko. Já. Og það er náttúrulega bara eitt af mörgum stríðum sem hafa tapað. Já, þeir töpuðu líka fyrir Japönum og þarna var ekki 1904 eða hvað? Jú, akkurat, fyrsta Evrópuveldi til að tapa fyrir Asíu-þjóð. Og bara Evrópumenn bara trúðu ekki eigin augum, sko, að Evrópuþjóð gæti bara tapað fyrir einhverju þjóð í Asíu. Það var bara algjörlega fáheyrt. Á þeim tíma þótti það náttúrulega bara fáheyrt dæmi, þannig að Krímstríðið og ég veit ekki, það er svo að fara alveg endalaust fyrir heimsstyrjöldin náttúrulega, það er ekki þurfti náttúrulega bara að gera þessa en í stjórnvöld í Rússlandi gerðu bara þessa friðarsamninga og það var náttúrulega hernaður sem gekk mjög illa hjá þeim, þannig að ef við rekjum söguna svona, þá er þessi mýta náttúrulega bara byggð á einhverju, ég veit ekki á hvernig byggð eiginlega, allavega ekki sögulega staðreyndum. Nei. Já, það eru svona fleiri sem með þessa mýtur. Bandaríkjamenn hafa nú tapað líka eins og Víetnam og svona. Já. En presentara sig svona gagnvart heiminum sem ósigrandi veldi. Já. En ef við snúum okkur aftur á þessu bréfi, sko, það er aðeins verið minnst og það líka getur verið að Selski hafi verið að beina þessu almenningi í Úkraínu. Ég veit það nú ekki, sko, en einhverjir svona hafa í að því að þetta sé líka fyrir, sko, úkraínskan almenning, en svona til að, hvað maður segja, peppa hann áfram og slíkt en ég veit það nú ekki, sko, en þetta var. Nei, ég sammála því, sko, ég held að það þurfi nú kannski ekkit svona bréf til þess að peppa Úkraínumenn, þeir svo vita nú alveg, ég meina þeir náttúrulega berjast við lífið sinni, þannig að það þarf. Já. Þeir vita alveg hver stað þeir Þeir viti hver staðan er. Já. En sko þetta er, eins og segir, sko, en ég vil, líka þetta bara held ég gagnvart, sko, alþjóðar samfélaginu almennt, því að þessu tengist á því að verði þessi ráðstefna og svo náttúrulega hafa Úkraínumenn náttúrulega komið sterkir inn eins og bara í Miðausturlöndum með sína varnardróna og varnarbúnað og þó að svo sem maður kannski heyrt mikið af því að það hafi reynt mikið á það í þessu stríði, en alltaf var það kannski komið á svona seinni hlutan þegar Úkraína kom til sögunar, en þá allavega það að þessar þjóðir fyrir botni meira skuli sína þessu áhuga og taka honum opnum örmum með þeirra getu, það sýnir það náttúrulega bara hvað þeir eru orðnir framalega og menn bera virðingu fyrir þeirra getu, hvað þetta var það sérstaklega varnargetunni.
Sko, við þurfum eiginlega að taka sér umræðu þetta, sko, hvað Úkraínumönnum hefur tekist alveg ótrúlega að búa til sín eigin vopn, þróa áfram hluti á ótrúlegum hraða, þannig að sko sem engum datt í hug og við þurfum eiginlega að taka og hvað þetta þýðir. Þetta nefnilega þýðir heilmikið og ég vil svona, mér skoðsti hérna, það ýmislegt sem ég að hugsa sem við getum tekið sér þetta. Já. Og náttúrulega bara varandi Úkraínu almennt á, vildi ég sé nú þetta fjalla í löngu máli, þannig að við gerum það kannski síðar, en sko það sem ég nú svona að segja það að hann kemur, þetta bréf kemur og hann þá að auðvitað nú, og það sem það kemur á þeim tíma að Úkraínumenn ekki bara í stríðinu við Rússa, heldur bara gagnvart alþjóðasamfélaginu eru greinilega bara í mjög sterkri stöðu. Já, þeir eru bara í sterkri stöðu. Og það komið hann nýr varnarmálráðherra, ungur maður sem bara 30 og eitthvað, hann búinn að vera nokkra vikur eða nokkra mánuði og hann að gera bara mjög góða hluti, bara ótrúlegur kraftur í honum. Já. Og þetta allt saman og líka hann lausið hann Jermak sem var mjög óvinsæll á Vesturlöndum og líka mjög óvinsæll innan Úkraínu. Já. Hann farinn og nú held ég að verða ákæra hann bara hreinlega fyrir spillingu. En þannig að sko staða Úkraínu bara mörgu leyti frekar sterk og þá kemur þetta bréf og nú á rússneskur almenningur að hugsa býttu nú við, hvað leiðtogi okkar að gera? Þetta góður leiðtogi sem í endalausu stríði hérna í Úkraínu, segist geta unnið, en líklega hann ekkert að vinna og líklega getur hann ekkert unnið. Og já, ég held að það hafi meðal annars verið skilaboðin í bréfinu. Já, algjörlega. En hvað sérum, Maggi, ég var að segja þetta gott í bili? Já, það ekki bara, við Úkraínumálið náttúrulega svo eins og nefndur sko, það hægt að fjalla þetta í löngu máli, en við skulum kannski bara halda okkur, láta staðan og við þetta bréf og Hvað gæti bitum? Já, ég held að sé ágætis pælingar sem konar núna hjá okkur. Þetta fyrsta upptakan okkar, það sem við erum að tala Úkraínu, en eins og þú segir, við þurfum að taka miklu fleiri upptökur Úkraínu og það á nægu að taka. Já, heldur betur. En þá segjum við þetta bara gott. Já, bara takk fyrir spjallið. Þátt til næst.